Við ætlum aðeins að spjalla fulla tunglið núna á föstudaginn. Já. Sem ekki bara fullt tungl. Nei, þetta er líka tunglmyrkvi. Já. Og það er ekstra mikið stuð þessa dagana. Já. Þetta er fullt tungl í sportreka. Já. Og það er margt áhugavert að gerast í himintunglunum núna sem hefur áhrif á okkur. Akkurat. Og þetta er svo gaman þegar að koma svona sólmyrkvar og tunglmyrkvi og þá er svo mikið stuð í þessu öll saman. Orkan er rosalega mikil og getur verið svona svolítið ákveð og þá getur verið erfitt að sofa og við getum fundið verulega fyrir þessu og getum ofta ekki stundum áttum okkur ekki á hvaðan tilfinningar eru að koma og upplifanir og annað og þetta getur verið svolítið eldfimur tími, sérstaklega fyrir þá sem eru í vatnsmerkjunum, sérstaklega íkrabba og sportreka og fiskurinn hvað þá þegar maður hefur nú 2 svona þessum helstu merkjum í vatni en ég er búin að vera mjög róleg samt. Já, alveg ég sem er búin að vera eitthvað órólegt núna. En við þurfum aðeins að svona huga að samskiptunum og anda bara svolítið djúpt áður en við bregðumst við af því að orkan er svolítið mikið að ýta við okkur með akkurat þetta. Það er verið að ýta á alls konar triggera og oft er þetta bara þessi tunglorka sem er að svona svolítið að hrella okkur. Þannig að það er gott í öllum samskiptum bara aðeins að draga andan djúpt, staldra við áður en að við förum að bregðast við sérstaklega það fíkur fljótt í okkur sem að getur gerst í þessari orku. Og það sem orkan er að gera núna, hún er að ýta upp á yfirborðið allt þetta sem við erum ósátt við í lífinu. Og þar að leiðandi getum við fundið ekstra mikið fyrir því þessa dagana ef að það er einhver staðar, einhver þáttur í lífinu þar sem við erum ósátt. Að við skulum bara vera meðvituð að þetta er tímabil sem við erum að ganga í gegnum til að við fáum að sjá hvar sannleikurinn í rauninni liggur hjá okkur. Og það er kannski ekki alveg rétti tíminn að bregðast við honum akkurat núna í tilfinningarótinu, heldur skulum nota tímann bara sem þennan speil og svo þegar við komum út úr þessari brjáluðu tunglorku sem er núna að þá er kannski tíminn til að fara að gera eitthvað í málunum. Þá er gott að fara að vinna. Já. Akkurat núna er bara gott að huga vel að því að drekka nóg, að hvíla sig nóg og sérstaklega ef þetta hafa áhrif á svefnin okkar þá getur nú bara verið nauðsynlegt að leggja svo daginn. Ég hef búin að vakna klukkan 4:30 núna, 2 nætur í röð. Já, og þannig að orkan er mikil, hún er áköf og svo hefur hafa verið þessi sólstormar og annað í gangi og þetta er allt og bara afstöðunar yfir höfuð eru ekkert endilega stíður og svo vel með líkamann okkar sem það þarf að taka við þessi orku, það er rosalega mikil orka og eins og við segjum, þetta er að ýta upp öllu. Náttúrulega nýkomin út úr sólmyrkvaorku og förum beint inn í tunglmyrkvaorku. Þetta er bara, þessi myrkvaorka er svolítið mögnuð og við þurfum bara að fara í gegnum þetta og það þýðir þetta bara að anda djúpt, hugleiðsla, náttúrulega rosalega góð og bara aðeins að stíga tilbaka og leyfa okkur að finna og leyfa okkur að upplifa og sjá hvað er að gerast. Þetta er líka áhugaður tími til að skoða okkur, hvað er að koma upp. Og orkan sem fylgir þessu fulla tungli, hún er svolítið fókusurð á sambönd, hvort sem það er vinasambönd, ástarsambönd, viðskiptasambönd og speglar svona það í þeim samböndum sem er ekki að ganga. Þannig að við sjáum ef það er einhver staðar einhver blekking, óheiðarleiki eða jafnvel bara eitthvað sem gengur ekki upp, þá fáum við að sjá það núna. Nú er nefnilega allar blekkingar, allt sem er falið, það er að ýtast upp á yfirborðið og við getum orðið vör við það bara á næstu vikum og mánuðum og það er orkan sem við erum í og þetta er líka tímabil endaloka. Þar sem við erum að ljúka köflum og það getur verið svo margt, það getur tekið á bara í rauninni öllum þáttum í okkar lífi. Hvort sem við ákveðum bara að taka okkur upp og flytja á einhvern allt annan stað eða enda einhvers konar sambönd alveg sama hvers konar við erum, við getum ákveðið að skipta vinnu eða eitthvað þannig. Það er endalok til þess einmitt að skapa tækifæri fyrir nýtt uppátt. Já, einmitt. Það er algjörlega þannig og það er mikill skjálfti núna inn í kerfum samfélagsins og sérstaklega þessum kerfum sem hafa byggst upp af einhvers konar, ég voru að segja, markaðskapitalismu, þar sem eru stórir hagsmunir í húfi og þar sem að þetta er tímabil þar sem blekkingar eru að koma upp á yfirborðið, að þá er náttúrulega ýmislegt að koma í ljós sem okkur á ekki eftir að líka neitt svakalega vel. Já, og þetta hefur að gera með
peninga, með fjármálamarkaðina og ýmislegt og eitt stjörnusbyggingu sem við hlustum á og mæltum við kannski eiga pínu pening heima ef einhver skildi koma fyrir. Ég er svolítið undir kottan. Eiga pínu. En hún var ekkert að tala endilega í eitthvað hrun eða neitt þannig, heldur bara, þetta hefur alltaf að gera með kerfin og það hristir í stoðum þeirra og svo náttúrulega eru afstæða Plútó akkurat núna að bakka inn í steingitinni sem hefur að gera með ríkisstjórnir, stórfyrirtæki. Það er alls konar í gangi til þess að hrista upp í orkunni til að hjálpa okkur einmitt og gefa okkur svolítið færi á að gera þær breytingar sem þarf að gera. Og eins og stjörnuspekingin tala orkan sem við fáum frá stjörnunum, það kannski að veita okkur tækifæri í rauninni. Þetta svona 50% er svo orka, svo náttúrulega 50% sem við gerum með það. Já. Og við getum alveg séð þetta í þjóðfélagsumræðinni hérna á Íslandi. Þegar nú er mikið rætt sölu bankana. Við erum komin aftur í þá umræðu. Hringurinn er að lokast, hvað það varðar. Og það verður áhugavert að sjá hvað gerist og hvað kemur í ljós, hvort að við erum búin að gleyma því sem gerðist síðast eða hvort að við rifjum það kannski aðeins upp og reynum að gera hlutina öðruvísi en við gerum þá. Hvort við lærum. Já, en svo er það sama gulli í sama nóanum eins og afi sagði þetta, alltaf sama gulli í sama nóanum, þá breytist ekki mikið. Þannig að við bara til líka sem samfélag þurfum að vera svolítið vakandi fyrir því sem er í gangi. Opin fyrir því bara að taka þátt í umræðinni og skoða okkur sjálf, hvað okkar þáttur er líka í þessu. Og náttúrulega eins og við tölum oft hvernig samfélagi við viljum búa í, við tökum þátt í því. En orkan er mögnuð og það er gott að lifa sér að njóta hennar og hvíla sig þá bara þegar þarf. Gera kannski pláss fyrir pínu blundi eftirmiðdeginum ef að nóttin er erfið. Og muna einmitt, fara út í náttúruna, njóta hennar eins og hún er dásamlega akkurat núna og bara drekka nóg og vatn, jarðtenging og huga að okkur sjálfum. Svo mjög gott að bara vera meðvituð það að Merkúr er að bakka. Og Merkúr er náttúrulega, þegar Merkúr bakkar það er uppáhaldstími allra þeirra sem vinna á tæki, snjalltæki og svona. Þannig að bara ef að tölvan er með uppsteyti eða sjónvarpið virkar ekki eða síminn er í rugli þá bara vitið það. Merkúr er að bakka. Öndum bara djúpt. Við erum aðstoð við þetta. Þannig að það verður áhugavert að sigla í gegnum þetta fulla tungl og sjá hvað kemur upp á yfirborðið. Við hvetjum ykkur til að bara vera meðvituð og fylgjast með hvað kviknar inn í ykkur. Njóta ferðalagsins, spennandi tímar framöndan.